Jæja, gott fólk og velkomin í þennan heilsumóla. Nú liggur mér ýmislegt á hjarta og mér finnst komin tími til að ræða aðeins þessa upplýsinga óreiðu, ef við getum orðað það svo, sem í gangi. Eða bara þessum óteljandi upplýsingum sem að okkur finnst við einhvern veginn þurfa að elta og verða að elta. En gleymum því að við erum ekki öll eins og það er ekkit endilega það sama sem hentar mér og hentar þér. Við berum jú ábyrgð á eigin heilsu og það er mikilvægt að við lærum að þekkja góðar upplýsingar og ráðleggingar frá öllu bullinu sem er í umferð og líka að þó að eitthvað sé stutt af rannsóknum að þá getur vel verið að henda einfaldlega ekki okkur. Þannig að við þurfum svolítið svona að hlusta á skynsemina. Og það gerum við svolítið bara með því að líta inn á við. Hvað er líkaminn að reyna að segja okkur? Verði ég rosalega þreytt eða slöpp því ég er að borða einhvern ákveðin mat eða gera einhvern ákveðin hlut? Hefur þetta kannski bara neikvæð áhrif á heilsunni? Er þetta kannski bara auka streituvaldur, þetta sem ég er að bæta inn, hvort sem það er ákveðið mataræði eða einhver nýtt heilsutrend eða hvað sem það er? Er þetta í alvörun að hafa góð áhrif á heilsunni mína? Svo er það náttúrulega svefnin. Er kannski svefnin bara allt það sem er í rugli og þess vegna eru ákvarðanir mínar ekki beint skynsamar af því að ég er bara að ganga á allt of litlum svefni. Ég gleymi að stinga sjálfri mér í hleðslu eins og við gerum í síman okkar. Og svo er þetta náttúrulega bara með mataræðið. Það er kannski aðalega þess vegna sem ég langar svolítið að koma hérna inn í dag og spjalla þetta heilsulæsi eða næringarlæsi. Af því að nú er ég búin að fá til mín mikið af flottum viðmælendum sem allir segja sína sögu. Allir hafa upplifað bætta heilsu með ákveðnum hætti, ákveðnum ráðum, ákveðin hegðun eða venjum og þið hafið örugglega tekið eftir því, til dæmis eins og bara með trefjar. Einn viðmælandi minn sagði að það væri ekki nauðsynlegt að borða trefjar og svo er annar sem segir að það sé mjög nauðsynlegt að borða trefjar. Og þá þurfum við svolítið að líta í eigin barm og virkilega spáið, hvað finnst mér, hvernig líður mér ef ég borða engar trefjar og hvernig líður mér ef ég borða trefjar. Er munur á meltingunni minni og líka bara hugsa til framtíðar. Það hefur verið sýnt fram á að aukna líkur á ristilkrabbameini ef að trefjar skortir lengi í mataræðið. Þannig að mataræði eins og keto og carnivore getur verið rosalega hjálplegt þegar við erum að bæta heilsuna okkar og núllstilla okkur. En þá er spurning, er þetta samt kannski ekki gott til langstíma? Þurfum við síðan kannski að bæta inn trefjum og alls konar þannig. Þannig að þetta er svolítið það sem að mér hefur legið á hjarta því að þið hlustið á þættina mína og ég ætla bara að vona að þið takið ekki öllu sem heilugum sannleik, heldur hlustið með gagnrýninni hugsun. Hvað hentar ykkur og það er bara svolítið þannig, maður þarf bara að prófa það áfram á eigin líkama og ég er nefnilega í svakalega spennandi tilraun á sjálfri mér akkurat núna. Ég hef síðustu ár verið að borða frekar lágkolvetna, myndi ég segja. Prótein og fituríkan mat og svona mun minna af kolvetnum. Og þetta veit ég að er heilsusamlegt og gott mataræði. En svo er spurningin að því nú er ég að æfa lyftingar. Ég er að æfa ólympískar lyftingar og er farin að líta á mig svona meira og meira sem íþróttakonu. Og ég ákvað að skrá mig í næringarþjálfun hjá erlendum þjálfara sem vinnur með styrktar fólk sem æfir styrktar þjálfun, sem sagt kraftlyftingar, ólympískar lyftingar og þess að þar og sérstaklega konur eftir fertugt. Og það er eiginlega lygilegt hvað mér fannst þetta pínu erfitt í byrjun að því að mataræðið sem ég hafði verið að borða
Ástæðan alltaf fyrir því að ég vildi leita í fyrsta lagi var bara því ég var ekki lengur að ná árangri, ég var ekki að bæta mig. Ég var ekki að missa fitumassa og ég var ekki að bæta mig vöðvamassa. Ég var frekar bara að auka fitumassan smám saman eins og gerist nú oft eftir miðjan aldur og mér langaði bara að upplifa góða heilsu og ákvað því að skrá mig í þessa næringaþjálfun og ég sé ekki eftir því. Og núna ég bara í miðri tilraun, ég bara komin 1 mánuð, tæpan held ég, inn í þetta af 6 mánuðum. Og ég ætla að vera í 6 mánuði og ég ákvað bara að treysta ferlinu. Og ég byrjaði áðan að segja að þetta hefði verið pínu erfitt og mikil breyting. Og það einfaldlega af því að ég farin að borða miklu meira af kolvetnum en ég hafði gert síðustu ár. Talið að beint fyrir og eftir æfingu þurfi líkaminn glúkósa og glúkósa fáum við úr kolvetnum og einföldum kolvetnum sem að líkaminn þarf ekki að brjóta niður, heldur getur fara bara beint inn í blóðrásina og eftir æfingu þurfum við líka prótín að sjálfsögðu þegar prótín byggingarefni vöðvana en kolvetnin það sem keyrir prótínin inn í vöðvana og hjálpar til við uppbyggingun. Þannig að ef ég ekki með rétt eldsneyti á tanknum, þá auðvitað mun erfiðara að byggja upp vöðvamassa. Og ég ætla að fá þennan þjálfara eða einhverjum af þessum þjálfurum sem í þessu teymi í viðtalbráðum til þess að fara kannski aðeins dýpra í þetta. En mér langaði bara svo að koma þessu frá mér að íþróttamaður og kyrrsetumaður þurfi ekki endilega sömu ráðleggingar, þurfi ekki endilega að borða það sama. Og ég þurfti svolítið bara aðeins að kyngja því að fara að bæta inn einföldum kolvetnum áður. Því ég var alltaf að borða frekar flókin kolvetni, gróft brauð og brún hrísgrjón og ég borðaði mjög lítið af hrísgrjónum og kartöflum. Núna borðaði ég á hverjum einsta degi og passa alltaf að fá nóg, sérstaklega í kringum æfingarnar mínar. Og þetta bara viðbrigði en það sem málið að ég finn mun. Ég finn mun orkulega á æfingum og ég farin að bæta mig aftur. Ég farin að auka styrk og það náttúrulega bara það sem ef maður íþróttamaður og vill ná árangri þá vill maður auðvitað bæta sig. En ég hef aldrei viljað gera það á kostnað heilsunnar. Ég hugsa líka til langstíma, þannig ég ætla nú að fylgja þessu alveg í hálft ár og sjá hvað gerist, hvernig bæði almenna heilsan mín verður, hvernig svefnin verður og allt þetta. En enn sem komið þá líður mér bara vel og ég finn jákvæðar breytingar á styrk og á líkamsformi, bara orðaða þannig, líkamssamsetningu. Og já, mér líður bara vel. Ég bara að taka kolvetnin í sátt og ég hef náttúrulega alltaf sagt kolvetni ekki djöfullinn en samt var ég eiginlega sjálf að borða of lítið af þeim sem svolítið áhugavert því ég var að borða kannski eins og kyrrsetumaður en ekki eins og íþróttakona. Þannig að ef ég búin að tala of mikið í hringi þá langaði mig bara að koma því á framfæri að við berum ábyrgð á okkar heilsu og við þurfum að sigta út upplýsingarnar sem við heyrum, hlusta á allt með gagnrýninni hugsun, allt sem við heyrið í hlaðvörpum, í fréttum, á samfélagsmiðlum, allt. Sumt föttum við bara strax að bull. Ef eitthvað of gott til að vera satt, þá það bara þannig. En það sem náttúrulega kannski líka að skila sig núna að ég að telja makrós. Ég að passa að ég að fá nóg af hitaeiningum yfir daginn og ég að fá nóg af kolvetnum í kringum æfingarnar mínar og nóg af próteini. Og það miðað við 2 grömm per kíló líkamsþyngdar á dag fyrir íþróttafólk. Þannig ég að borða 140 grömm af kolvetnum á dag. Og mér finnst það ekkert mál. Ég að borða 209 grömm af kolvetnum, hitt átti að vera prótein ef ég ruglaðist, 140 grömm af próteinum, 209 grömm af kolvetnum sem miklu meira en ég var að gera, örugglega helmingi meira. Og ég að borða mun minni fitu, eða 66 grömm af fitu á dag sem ég finnst mjög erfitt. Því ég var að borða rosa mikið avokado,
einhvern veginn steikti allt upp úr smjöri og ég setti rjóma út á allt og út í allt og var einhvern veginn bara á þessu þannig mataræði, svona low carb, high fat og það var að gagnast mér í nokkurn tíma en svo bara staðnaði það. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað með breytingaskeið að gera eða ég hafi bara einfaldlega verið að borða of mikið af hitaeiningum og smám saman auðvitað þyngist maður þegar það gerist. Þetta er svona eins og alltaf með að taka lán, þá verður yfirdrátturinn stærri og stærri og stærri. Sama gerist, við þyngjum smám saman, þó þessi bara 200 hitaeiningar á dag, þá er það alveg, 20.000 á ári. Og þetta er bara margt, margt í þessu og ég er enn og aftur bara að pína að tala í hringja því þetta var gjörsamlega óundirbúin heilsumóli en stundum er bara svo mikilvægt að koma einhverju frá sér sem liggur mann á hjarta og sérstaklega því ég veit að þið eru mörg að spá í þessu. Þannig að haldið bara áfram að leggja inn í ykkar heilsubanka en gerið það þannig að þið hlustið á líkamann ykkar. Hvað er líkaminn að segja ykkur? Ég til dæmis fekk gefins daginn eitthvað svona próteinsnakk og ég yfirleitt ekki að borða eitthvað svona gervifæðu og ég borðaði það og ég var bara að drepast í maganum. Þannig að þá veit ég að staðfesti bara það sem að ég vissi að það fer ekki vel í mig og við eigum bara að borða mat en ekki matarlíki. Svo ég endi þetta nú. En ég vona að einhver hafi haft gagn og gaman að þessu. Ég hef aðeins verið að deila í story á Instagram á Heilsuerla og ég skal setja inn í highlights bara svona næringar pælingar þegar það er detta inn. Þar var ég líka aðeins að segja frá þessum daginn. Þannig að ef þið eru áhugasum næringuna, þá getið þið kíkt í highlights á Instagram Heilsuerla. Annars bara hlakka ég til að heyra ykkur næst. Hafið það gott!